Komiði sæl, kæru hlustendur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 1. maí 2026 og Bitcoin í $78.811 og hjá mér sestur Björn Harðarsson. Hvað segir gott, Björn? Ég segi fínt. Nú ég búin að mæti ræktina í hálft ár, meira en 5 sinnum í viku. Það ríkalega vel gert. 5 sinnum lágmark 5 sinnum í viku. Ég búin að vera að fylgja þér á föstudögum. Að vísu, við skulum ekki hafa orðum það, en ég mætti í Laugar, við getum sagt það. Það nú afsakalegt held ég þegar menn eru nýbakaðir feður að svona aðeins fá smá tíma til að... Og svo varstu veiku fyrir það, þannig. Já, það búið að ganga á ýmsu. En maður finnur að sumar að koma. Maður finnur það í veðrinu, maður finnur það eiginlega í öllu og þar á meðal í þeirri staðreynd að apríl var metmánuður í innflæði kaupallasjóða í Bitcoin, $1,97 milljarður net inflow. Já, það? Og Bitcoin þú veist, næstu í 80.000. Já, markaðurinn skiptist einhvern veginn í tvennt, sko. Þú veist, hægt að segja... Já, svona institutional markaðurinn eins og hafa nefnt hérna fyrir nokkur síðan. Hann bullish. Já, og þú veist, þetta eiginlega að segja tvennt að tvennuleiti. Það þú veist, institutional markaðurinn bullish og maður sér það á þessum kaupallasjóði eða kaupallasjóðum og svo þetta búið að vera núna þennan mánuðinu allavega rúmlega svolítið mest bara Bitcoin markaður. Bitcoin búin að hækka 18% á 60 dögum með eitthvað svoleiðis. Já, og 30% frá botninum. Já, meðan að þú veist, Ethereum, XRP, Solana og þetta rauninni bara nánast við nullið sko á þessum saman tíma sko. Já, einmitt. Þannig að já, það alveg lögrétt sko. Bitcoin búið að vera ágætlega samfærandi. Sko, við munum klálega að ræða Bitcoin Conference í Las Vegas. Ég veit ekki nákvæmlega hvað á að ræða fyrir utan það að það sláandi hversu litla athygli og umfjöllun þetta fær. Það bara bókstaflega ekkert talað þetta. Það eitthvað til að ræða, sko. Já. Veit ekki hvort þú vil byrja þarna eða... Jú, akkur ekki. Sko, þú veist, þú manstu örugglega eftir þessu. Við höfum að tala þetta hérna, þú veist. Ég hlakka alltaf rosa til bara svona þessi vikan á undan og meðan og... Þetta alltaf verið stór viðburður. Já, þetta bara alltaf verið risa viðburður, sko. Já. Og eins og við sögum hérna daginn og oft verið eitthvað svona svakalega tilkynningar og svo framvegis og... En svo sögðum við í fyrra, þegar við tölum Bitcoin Conference í fyrra, það var ekkert eitthvað rosa mikið... Það var rosalega stórt 2004 þegar Trump kemur í Nashville. Og rauninni, þú veist, sem að maður var svolítið var við í fyrra, hvað þetta hefur breyst rosa mikið. Þetta var svolítið mikið svona, kryptopönkarar sem að voru bara að tala hvað þetta geti breytt heiminum og þú veist, það var ekkert verið að tala verð, það var bara að tala tæknina og núna bara, þú veist, hefur þessi konferens, þú veist, í fyrra þá var bara rosa mikið verið að eitthvað pæla í verðinu. Núna var bara verið að tala löggjöfina og verið að tala þú veist, hverjir var að koma inn í þetta. Jú, við tölum það, sko, en þetta breyst alveg rosalega. Svo bara, sko, ég sá einhverja myndir, eða svona vídeóupptökur af það, sko. Þú veist, ég sá ekki betur, það var bara svona, frekar fáir bara bara viðburðunum yfir höfuð, sko. Já. Oft þetta alveg pakkað, sko. Ég meina bara eins og, þú veist, ég sé, það var eins og Trump rally 2004 í Nashville að þá meina ég sko fjölda og stemningu, ekki allir hafa verið með Trump bannera en já, það var gríðalegu fjöldi og gríðaleg stemning einhver veginn. Þetta heldur áfram í gegnum hennar bjarnamarka og það svo sem ekkert nýtt. Þú veist, þetta var nákvæmlega eins 2022 og þetta var nákvæmlega eins 2018 vonbrigðin felast í því að maður heldur alltaf að þetta sé að fara að vera öðruvísi en það sem svona einhver veginn auðvitað 2018 fyrir mína tíð í þessu en ég man samt og raunur áhvert að pæla þannig líka að ég man svo vel alveg eftir 2017 þó ég hef ekki verið inn í Bitcoin. Ég man bara hvað Bitcoin var heitt fyrirbæri, mikið talað það og maður komst ekki hjá því að finna fyrir umræðinni
og ég held bókstaflega 2018 að ég var ekkert inn í þessu, ég held bara að það væri búið, bara algjörlega búið, ég held að það væri ekki til lengur. Þú veist, það var upplifinu mín sem leikmaður sem var ekki þáttakandi í þessu. Svo náttúrulega kynnist maður öllu æðinu hérna 2021 og 2002 bara hverfur þetta, svolítið aftur. Ef maður veit hvað er þetta ekki alveg því að maður var þáttakandi í þessu, skilur, og við erum bara að glíma við það sama. Munurinn er þó alltaf sá að það eru náttúrulega miklu fleiri þáttakendur í þessu markaði og það er miklu meira fjármagn í þessu markaði. Vægi þessa markaðar þrátt fyrir áhugaleysi og hérna einhvern veginn aðstæður núna er bara miklu meira og maður finnir einmitt að þú veist, ég held að sé alls ekkert minni áhugi á kryptó hjá, þú veist, opinberum aðilum, hjá löggjafanum nánast hvar sem ert í heiminum og virðist vera sem alltaf maður tekur fagnandi hjá stofnanafjárhustum, skilurðu. Þar er áhugin alveg mikill, það er bara hjá okkur leikmönnunum, skilurðu, sem hann er ekki og þú veist, og það er ekkert athugavert við það, þetta hefur bara alltaf verið svona, skilurðu, það er að segja þú veist á þessu í gegnum þessa bjarnamarkaði. Og það virðist vera bara eitt sem einhver veginn breytir í og það er tíminn og verðið. Ekki hérna tíminn og vatnið, heldur tíminn og verðið. Já, og svo þetta er alltaf spurningu þetta, sko, við höfum rætt hérna örugglega í 2 ára allavega, sko, að retail hefur aldrei komið inn á markaðinn, þú veist, hvað þá þessi að koma inn á markaðinn núna, voru ekki lítið inn á markaðinum síðan sumir segja að retail sé inn á markaðinu, það er spurning hvað við skilgurum sé retail, að retail sé að kaupa hérna í TF-ana hjá BlackRock. Já, og ég vil að kaupa hérna stretch já, strategy þess að þú veist taka bara þessi 11,5% sko. Svo þetta er aðri sem segja að retail sé bara í í þessu polymarket og Kalsi og þessum þessu betting dóti. Já, sem er nú eitthvað sem að er alveg bara vil halda áfram með aðeins með konferensin en maður svona aðeins minnast þetta við, það er spurning hvort maður eigi að vera að tala um þessi prediction market því þú veist, þetta er auðvitað ekki kryptó en þetta er á kryptóplattform og það undanfæri hefur verið að sjá alls konar fréttir svona innherja eitthvað eða svindl og eitthvað svoleiðis á þessu og það er svona 3 dæmi, það var einhver hermaður sem tók þátt í aðgerðinu á Maduro. Já, það er búið að ákæra hann. Það er búið að ákæra hann. Hann setti $30 og grætti 400.000. Já. Það var eitt. Og svo var einhver að spá hvort einhver maður ætla að bjóða sig fram til þingkostningarna í Bandaríkjunum. Og hann veðjaði á það sjálfur og tilkynnti síðan sko. Svo eiginlega fyndnasta dæmi. Það er allt þarna. Það var hvort að hitatölur í París færir upp fyrir einhverja tölu og svo allt í einu sáu þeir eitthvað svona svaka hækkun á tölunum sko og það sem kom í ljós að var einhver snillingur sem að fór á flugvöllin í París þar sem að var mælitæki sem mældi þetta með hárþurrku. Ertu ekki að grínast? Vá, einmitt. Þá sér maður að þetta hafa áhrif á þetta á ýmsa hátt. Já, þetta minnir nú á frægt mál einhvern tíma, það var maður sem veiði að myndi ykkur hlaupin á völlin í Super Bowl. Já, og hljóp sjálfur. Já. Og öll þessi dæmi einhvern veginn virðast eiga samið að fólk kemst ekki upp með þetta, nema hvað, mögulega heyrum við bara af dæmunum þar sem fólk kemst upp með þetta. Já, við erum ekki að segja sögurnar að þegar fólk komst upp með þetta, það er enginn að segja okkur frá því. Sko. Nei, það er reyndar góð punktur, sko. Nei, en mér finnst að sko, þú veist, ok, ég fagna því vissulega að eins og segir, þetta eru kryptóplattform og þannig að þú veist, kryptó er að sanna notagildi sitt en þú veist, ég er þeirra skoðan, mér finnst það mjög uggvænleg þróun og ég held, þú veist, þetta er eins og bara maður er tölfræði hverju taka langmest þátt í lottó, þú veist, það eru sko fólk í fátakra á sko fátakramörkum og maður skilur það mjög vel, skilur það því að þú veist, þú bara hugsaður, ég er ekki að eiga mikinn breyk, en eins gott ég bara kaupi lottó með á hver veit nema
ég vinni sko og ég held að þetta sé sama þróun með þetta nú er fleiri og fleiri að upplifa að eiga ekki mikið breyk í bara harnandi efnahags aðstæðum og þeir sjá bara ógeðru, þú veist, hér get ég bara verið heppinn og sko annað sem þetta er slæmt við þetta er að því að mjög stór hluti er þetta ungt fólk, ungir karlmenn sérstaklega og það sem er slæmt við þetta er að sko ef þú sem sagt ferða einhvern veginn skilir það þig við það að þú sért að leggja einhvern pening undir og ert ná væntingar að hann kannski tvöfaldi sig á bara einhverjum mjög stuttum tíma, einhverjum klukkutíma eða hvað þá kann þér að finnast mjög erfitt að skipta yfir í það viðhorf að segja, herðu, nei, nú ætlum ég að leggja inn einhvern pening í hverju mánuði í einhverja eign sem ég trúi kannski að muni hækka meðaltali 15, 20, 25, 30% á ári, skilurðu. Af því að þú er búin að, þú er búin að hugsta þannig, ég vil tvöfalda pening á 2 klukkutímum. Ég meina, þessi rök sem þú ert að segja þarna, þetta eru svona sömu rökin og sömu sem hafa verið krypt og hafa með meme-coinin og þetta sko. Og svo hafa þær viljað að fara inn í hlutabréfamarkað og þetta nú leiðilegt sko. Já, einmitt. Þannig að þú veist, ég hef ágjur á þessu en ég held bara því miður að þetta sé óhjákvæmilegt þegar efnahagsaðstæður versna og þegar þú byrjar eitthvað að upplifa bara, herru, þú veist, ég kemst bara ekki neitt áfram. Já. Þú veist, ég bara á rétt svo fyrir leigunni eða valla það og þú veist, hvað ég gera á? Ég setja 10 skall á mánuði í Bitcoin og hvað þú veist hvað þarf ég að bíða mörg ár þá til það verður eitthvað sko, skilur þannig að þú veist, og ég minna það var einhver könnun minni mig, langar að segja þessi 2 ár síðan eða eitthvað og ég trúi varla að hlutina hafi skánað síðan þá á Íslandi sem kom fram að sko ég man ekki hvað það var, 4 Íslendinga eða eitthvað álíka treysti sér ekki til að mæta 80.000 króna óvæntum útgjöldum skilur það er bara, og þú ímyndar sko, þú veist að ég trú ekki öðru en að hlutina hafi sko versnað síðan sko. Já, örugglega. Það er alltaf mín upplifun bara persónulega skilur þannig að og þetta spilar inn í sko en þú veist, maður vonar bara að já, þú veist, Trump er allavega með svarið, hann segir bara lækka stýrivexti, skilur og það eru margir sem kalla eftir þeirri lausn en maður er líka alveg áhyggjur af því að ef það er gert að við taki bara einhvers konar vísir að óða verðbólgu bara og það er náttúrulega síst skára sko. Allavega var þetta bara hvað heitir nú aftur þessi viðburður sem að Seðlabankastjóri talar FOMC-meeting. Já, það var ekki lækkaðir. Nei, og þeir sko markaðar, svolítið jákvæmt að sjá hvað markaðar hafa sko í rauninni er bara hvað Bitcoin hefur náða að bregðast vel við eftir þetta, þegar byrjaði alltaf lækkalega talsvert, af því að bara óbreytti stýrivextir og hann var einmitt bara mjög hawkish í máli sínu sko, skilur, hann var ekki að gefa markaðnum vonir að vextir yrðu hækkaðir eitthvað í bráð. Og það var með þess að sko... En ég meina, fyrir ekki frá mig, ég bara segja, hvað máli, þetta skiptir máli hvað hann segir, en ég meina, hann er á leiðin út. Já. Pál er á leiðin út. Síðast í fundurinn, þannig við kveðjum hann hér í dag. Já, þannig að bara takk Pál. Þú veist, en Pál er flottur, ég hef ekkert á móti honum. Sástu eitthvað af þessu eða? Ég horfði aðeins, já. Hann var nú svolítið léttur, sko, þeir spurði hann hvort hann ætlaði að vera áfram, hann sagðist að vera áfram þangur til að það væri útklæða þetta mál gegn honum, sko, og það þú hefur ekki gerst í áratugi, held ég allavega, marga áratugi að sitjandi Seðlabankastjóri heldur áfram, hann hættir venjulega þá hann eitthvað eftir inni, svo sagði hann, ég mun þú hafa spurði hvort hann ætlaði að vera með low profile eða eitthvað svoleiðis. Og þá fór hann svona minkaði sig. Já. Og svo sagði hann bara, við sjáumst ekki aftur. En það voru sko, það var 1 sem vildi lækka vexti, það voru 3 sem vildi hækka vexti og svo restin vildi bara halda þessu eins og það var. Já, einmitt.
en ef við fara aftur í hérna, Konferens. já, sko, já, það sem ég ætla að segja, þú veist, ég auðvitað fylgist mikið með markaðinum og ég auðvitað svo sem, þú veist, undirbýð mér með því að vera að fylgjast með umræðinu svolítið og ég undirbýð mig á hlaupabrettinu á hverjum degi og þá bara ég að horfa á eitthvað og þú veist, það láfið samt að það bara færi fram hjá mér. Það er bara umfjöllinu þetta hefur aldrei verið eins lítil, sko. Ég alveg sammála. Og svo ég er bara samt að hafa, þú veist, það hlýtur að koma einhver að hafa eitthvað til að tala um það, sko. Það var bara vandfundið. Mér að, jú, það var hérna. En það er náttúrulega frétt út af verið sig, sko. Já, það er þannig, og þú veist, og ég er svona velti fyrir mér að á ég nefna einhvað, þú veist, jú, það er það nefna, þú veist, hérna, það var hérna tékkneski seðlabankastjórinn var að tala um að þarna að seðlabankar ættu að hafa 1% hérna Bitcoin á svona reserve asset hjá sér, sko, og það var ekki áhætta. Þú veist, hvað er fréttin við þetta? Jú, mögulega svona típiskur hérna svona tradfæ aðili sé að segja þetta, en Það sem dregur úr fréttagildinu er að þetta er ekkert nýtt komandi frá Seðlabankanum í Tékklandi. Ef þetta hefði verið, skiluru, Seðlabanki í Evrópu að segja þetta, það hefði náttúrulega verið risavaxin frétt, sko. En þeir eru búin að vera á þessari línu núna í hérna einhvern tíma, sko. Og þú veist, þannig að það svona dregur aðeins úr fréttagildinu en þú veist, auðvitað er þetta, en mínu upplifun er samt svo og bara ótrúlega sterkt að svona eitthvað veginn innan kerfisinn, sko, bara þú veist, ég meina hvort sem þú talar um þetta eða bara sem er að gerast í Bandaríkjunum eða Evrópu er að Bitcoin er alltaf að verða minna og minna umdeildara fyrirbæri svona í pólitískum og efnahagslegum skilningi, sko. Þú veist, það hefur verið gríðarlega umdeilt fyrirbæri og bara, þú veist, svona kerfiskallanir voru bara hárreitandi sig yfir þessu. Það er bara liðin tíð. Og það liggur við að ég segja að ég sakni það, sko. Já, og mér og þú veist, þess að segja mér að maður var að segja eitthvað svona fréttir, þá var það bara fara að telja upp ykkur sem maður hefði komið, þarna, ég meina, sitjandi, hérna, sitjandi, eða bara forstjóri hérna fjármálaeftirlitsins talaði þarna. Hann var væntanlega sitjandi þegar hann var að tala. Já. Og þú veist, eitthvað svoleið, sko, ég samt, en það var raunin ekki neitt, það var eitthvað hérna. Er talað um SEC? Já, einmitt. Og hérna, þú veist, og kannski bara svona svolítið eins og þú segir, það sem var sagt að það er eitthvað sem við vissum fyrir. Það fyrir ekki frá það er bara eitt sem mér endar velti svolítið fyrir mér og áhvert að hann að vera þannig, ég hlustaði ekki á það. Sko, þú manst þegar við fjöllum alveg rækilum það var alveg mjög merkilegt, fannst manna að minnsta kosti þá, þegar SEC fer af stað með þetta Project Crypto. Já. Svo hefur maður bara eitthvað, og það var bara yfirlýst markmið, bara að raunverulega liðka fyrir því að þessi hefðbundni fjármálamarkaður og hefðbundni fjármálagerningar myndu færast yfir á bálkakeðina og maður hefur bara svona voða lítið heyrt af framvindu þessa verkefni, sko. En ég hefði haldið, ef hann væri að tala hana, að hann hefði verið að fjalla um þetta. Já, það er svo sem eitthvað sem hefur gerst eins og fella niður eitthvað svona mál gegn einhverjum og... Já, en svona í tæknilegum skilningi að, þú veist, maður auðvitað náttúrulega eru einstakir aðilar á markaðin eins og kaupullin í New York og eitthvað fara að keyra ykkur hlutabréf á bálkakeðju og svo framvegis en það er svona, þú veist mögulega er maður bara svona óþolinmóður en að einhverju leyti er upplifunum að svolítið svo að það hefur verið eitthvað farið af stað með rosalega mörg verkefni og manni finnst eitthvað framvindan vera hægari en maður átti vona á, þrátt fyrir að þeir sem voru að fjalla með þetta á sínum tíma, sögðu reyndar allir, við verðum að vera mjög þolinmóð, því að hlutin er í DC og í kerfinu, þetta er ekki eitthvað sem er að gerast á einhverjum mánuðum, þetta er, þú veist, 12, 18, 24 mánuður pluss, sko. Já. Þannig að, þú veist, en þú fattar hvað ég á við. Já.
þú veist, það kom að það eitt, nú bara manni ekki nákvæmlega hver það var. Ég held reyndar að það hef bara verið Erik Trump, sko, sem að það var verið að tala þennan Bitcoin Reserve, sko, og þú veist, og það trufla mig svo sem alltaf þegar verið að segja að Bandaríkin eigi 300.000 Bitcoina, því að þú veist, hluta af þessu bara eitthvað í Bitfinex hakkinu sem að ég held að á eftir að skila, en ok. En ég tók til því að Erik Trump sagði þetta, Bandaríkin eiga 300.000 Bitcoin. Já. Og það er alltaf sagt bara þannig, það er alltaf sagt að þú veist, við eigum þetta ekki allt, sko. Og ég held að það veri hann sem segir, sko, það veri risa frétt í sambandi við Bitcoin Reserve í næstu viku. Stóra orð, sko. Og þá byrja menn allir að tala eitthvað svona, einhver fór að segja, já, allir Bandaríkjamenn sé ekki bara búnir að safna þessi 1 milljón Bitcoin og þeir að fara að tilkynna það. Nei, ég held ekki. En það verður ekki að við getum verið að tala um það næst. Já, maður er svona einhvern, ég hef alltaf hugsað svona að það gæti gerst í framtíðinni að það verði bara yfirtökutilboð bara bandaríska ríkisins á strategy. Já, maður heyrir þetta stundum, sko. Og það sem væri líka nefnilega snilt við það er að þú spáir í það væri svona fullkomið útgönguplan fyrir Saylor líka. Af því að þá getur hann sagt, þú veist, ég var ekki að svíkja mín loforð, þú veist, ég seldi aldrei Bitcoin. Ég endaði bara á að selja bandaríska ríkinu og það fyrirtækið. Bitcoin í heild sinni. Já. Þannig að, þú veist, ég væri, þú veist, ef ég væri Saylor, ég væri mögulega að reyna eitthvað að koma þessu í kring, sko. Og þetta gæti verið, þú veist, hér veldur þetta bara á, hefur trú á Bitcoin eða ekki. Og ef maður trúir því sem ég efast ekki eina sekundum að allir þessir menn í kringum Trump, þar með tala hann sjálfur, hafa trú á Bitcoin, þá er þetta alveg bara fullkomið, þetta væri alveg perfect play, sko, að gera þetta. Já, já. Fyrir svolítið alla aðalega og markaðin líka. Það er engin efa á því að markaðin myndi keyrast upp. Þá er engar áhyggjur lengur, eitthvað er strategi að fara að springa eða hvað það er, þá er þær áhyggjur bara baki og svo eða væri eitthvað lögsett skiluru sem myndi segja bara svipa eins og mest sem sagt Bitcoin sem sagt var að forða frumvarpið hjá Cynthia Loomis að það sé lágmarks binditíma á þessu 20 ár eða væri eitthvað sambarilegt með þetta. Það væri þess vegna líklega bara nærtækt að slíta félaginu bara alveg og taka bara Bitcoin að því og setja það bara á efnahagsreikningin hjá ríkissjóði, sko, eitthvað svoleiðis. Mér finnst þetta mjög áhugaverð pæling. Það er ekki bara að koma þessari pælingu áleiðis á Saylor bara til að ganga úr skuggum að hann sé með þetta þetta. Jú, hefðu við farið, þá hefðu getað komið þess að, sko. Það er það sem ég hugsaði, ef við hefðum farið sko, en svo, veist, ég veit ekki það er til að engin eftirsjá að hafa mistað þessu með að við mitt hvað maður eitthvað, þú veist, að þetta er líklega eitthvað sem maður gerir bara einu sinni, fara á Bitcoin Conference og, þú veist, þá reynir maður að velja eitthvað aðeins betri stemningu, sko, skilurðu. En en það sem ég hugsaði mitt, ef við myndum fara með hvernig maður upplifir Saylor, hann er svo aðgengilegur, hann er svo mikið til í að spjalla á alla, ef við myndum skella okkur 3, ég er alveg vissum að það væri ekkert mál að fá hann til að sittast niður í nokkra mínútur og tala, því að gaurinn, þú veist, ég hef séð hann í sko klukkutíma, 2 tíma podcastum við einhverja gaura sem eru bara, þú veist, með nokkur hundruð sko hlustanir og subscription, sko. Þú veist, hann er ekkert að fara í neitt bara Bitcoin, ég hlustaði hann á Bankleið sem er svo í Ethereum maxar, sko, svolítið. Já. Og hann sýndiði mér svo mikla virðingu, sko. Já. Sem að hann er farin að tala með allt öðru sér. Já, hann tala núna um digital assets og crypto assets og allt þetta, sko. Hann sá að sér, sko, að þetta náttúrulega gekk ekki upp þetta rugl sem menn voru í. En Cynthia Loomis var hana og þú myndist á eitthvað sem hún hefur verið að segja. Já, hún sagði bara, hún var mjög kókraust að Clarity Act yrði samþykkt bara á næstunni. Já, ef við aðeins að ræða það. Sko, mér finnst að fara svona mismunandi fréttir af þessu. Samt eru margir sem eru tengdir, eru margir svona
bjarsýnir aðrir, sko. Ég held þetta sé samt að lágmark 50-50, sko. Þá veist, þetta er ekki að þessi 90% líkur. Það virðist vera að, þú veist, það sem við höfum talað mikið þessi stöðleika mynd af hlutin sé orðið svona minna mál en það var, en það annað mál sem að menn fullir það hreinlega að demokratar hleypa aldrei í gegn nema það verður inn í þessu. Og það rauninni þessi siðferðis hluti og Trump-fjölskyldan. Og ég meina það ætti að vera bara mjög eðlileg krafa. Það náttúrulega bara alveg bara sko óforsvaranlegt. Og ég skil kannski pínu út frá Trump nú þegar hann komin með öll þessi fyrirtæki að hann kannski pínu flóki að fara að vinda ofan að því öllu, en ef þetta á bara að vera sem sagt fram í tíman, framvirt, þá ætti það bara að vera sjálfsög krafa. Já, sérstaklega því að repúblikanar, þeir eru búin að fara fremstir í flokki að vera gagnrýna sérstaklega Nancy Pelosi fyrir öll sín hlutabréfaviðskipti. Það hefur alltaf verið svona, það er svona fyndin tracker sem sýnir sko, þú veist, S&P 500 og svo einhverjir þú veist, bestu sjóðstjórar á Wall Street sko, og svo Nancy Pelosi bara skiluru, þú veist, 10x-ar alla sko, þú veist, og auðvitað er þetta fáránlegt, en þá verður að vera þú veist, þá verða menn að vera samkvæmir sjálfum sér. Þú getur ekki alltaf að segja, herðu, forseti þingsins, forseti fulltrúadeildarinnar má ekki vera að stunda hlutabréfaviðskipti, en forseti Bandaríkjanna má það, þú veist, það gengur ekki upp. Sérstaklega ekki þegar heimurinn er hann að hann bara getur keypt í hinu eða þessu. Þú veist, Trump getur núna keypt í einhverju coini, bara einhverju random tokeni, tweeta það og grætt hellingapeningum. Já, ég ætla svolítið að bara að fróðafella aðeins. Og hann hefur umverulega gert það, þú veist, það nú málið. Já, og ég ætla nefnilega að fá aðeins að fróðafella Trump aðeins svona. Já. Sko, ég ætla að skjóta þess að menn segja að það þurfi einhvers staðar 9, 10, 11 demokrata samþykki í held ég í það sé ekki öldungadeildinni. Ég held að á væri fulltrúadeildinni sko, það eiginlega hlýtur að vera það eru bara 100 í öldungadeildinni og þetta fer almennt fara frumvarpin fyrst í gegnum fulltrúadeildina. En sko, þú veist, við höfum verið að tala þú veist, að Trump sé, þú veist, að svona styðja þú veist, krypto og svoleiðis, en við höfum líka verið gagnrýnir á hann hérna og ég ætla bara að leiða með núna þegar þetta í gangi og það er umræðu þessi siðferði hluta hérna, þá tekur bara Trump sér til og hann heldur eitthvað svona gala dinner og eitthvað svona konferens í tengslu við Trump tókenni. Það sem að raunin 297 toppholderi sem fá að mæta, 29 efstu fá eitthvað svona VIP aðgang að forsetanum. Þú veist, þetta er hræðilegt. Þú veist, ég ætla að fróðfella, ég ætla bara að segja það bara, þú veist, demokratar voru, þetta fór ekki mikið fyrir þessu, en ég er bara, þú veist, var þetta hjálpa sig fyrir hluta umræðanar hana? Ég sá umfyllum sko að sem sagt, í dollurum talið það var núna orðið eitthvað 25-falt ódýrara aðgengi sko að Trump út af þú veist, tókeninu sko. En ég kynnti mér þetta eins svona pældi í þessu Trump tókenin. Í dag er það þannig að topp 10 verskin eiga 91% af öllu. 19 og 25 eru þú veist ekki bandarækjamenn. Það er ennþá grunnað að Justin Sun eigi mest en hann er auðvitað svo reyður út í Trump fjölskylduna að menn halda að hann hafi ekki mætt og ég minn okkur nöfn af þeim sem að komu. Sko ég teka fram það var blandaðar hópur af einhverju sem hélt einhverja fyrirlestra og einhverju sem voru toppholderar og það var ekki aldrei birt, þú veist, ef Kjartan að tala það var alveg því að þeir vildu hlusta á hann tala kryptómarkaðin eða var alveg þegar hann er topp 10 holderar. Hefur heyrt nöfnin eitthvað? Ég hef ekki heyrt nöfnin. Á ég að telja upp fyrir þig? Já, kannski ekki öll en eða hvað ég ætla bara að telja upp 6.
Mike Tyson var hann Nei. hann var örugglega ekki að halda fyrirlestur þannig að þú veist, hann er eina svona nafni sem við erum eiginlega 100% að eigi mjög mikið af Trump-tókinum. Tony Robbins var hann hann gæti hafa talað en menn eru samt svona að velta fyrir sig þessi ákveðnar töluverður líkur að hann gæti verið þarna og svo var þarna Paolo Ardoino sem er þarna forstjóri Tether hann lítur nú að vera að tala já, og sama með Cathy Wood, hún var líklega bara að tala Tim Draper var hann að það? Já. Hann er mjög svalugur algjör OG Bitcoiner sko Já, hann ég hef hitt hann mann við Patrikur á myndgöfum við hittum hann mann í Danmörku við hlustum hann tala og við tókum í spaðan á honum Var það ekki hann sem að keypti af US Marshals á uppbóði sem að var hluti af Silk Road Bitcoinu og svo hélt hann frábæra ræði einhvern mann það sem að var að líka svona þróun breytingu við tókum aldrei vel í breytingar á símónum og öllu þessu sko. Þetta er geggjaður gaur og hann hefur verið ótrúlega naskur að sjá svona 100x play sko þvert á hjörðina og Bitcoin augljóslega N1 playið hjá honum sko og ég man einmitt að hann var eitthvað að tala hana og hann er kannski búin að sjá 100x play á Trump allir að kaupa Nei, það finnst mér ólíklegt sko en svalur gaur sko ég man eitthvað að þetta er eina fyrstu gaurun sem ég byrjaði að stúdera eitthvað og tók í spaðan á honum, ég man ekki nákvæmlega ég sagði eitthvað svona veist, eitthvað mjög basic Bitcoin eitthvað og hann kvaddi mig og sagði bara yeah man, Bitcoin, it's really gonna change the world það var alltaf sumt ég mun líklega aldrei hitta hann mann aftur en ég er þakklátur fyrir að hafa hitt hann Þetta er allan að saga sem að ef ég myndi mæta þar sem að fara með minningarorðinni í jarðarförunni, þá myndi ég vilja bæta þessu inni. Ég var þetta ekki hlutlaus. Og þess að geta, Kjartan hann hitt einu sinni mann, en já, vonandi er langt í það. Tvönöfn í viðbót, Grant Cardone, við minnst á hann hérna, þeir eru þá bræðurnar, sko, þeir eru skemmtilegir, sko. Og svo eitt nafn sem að ég stoppaði eins við. Og svo kannski það er svo áhör nöfni, ég var alveg til að myndi svona halda áfram sko. Anthony Pompliano á hverju stoppaði við það? Hann er mjög líklega að vera bæði gaur sem á og bara fengið til að tala sko, ég stoppaði svolítið við nafni hans, hann er þetta oft í einhverjum viðtölum og ég hlusta svo stundum á hann á YouTube og svona sko og hann er alveg skemmtilegur, hann er þetta einn af þeim sem fer fyrir eirum að þessum Bitcoin sjóðum, en þegar þú hlustar á hann, þá er hann svo mikill Bitcoin maxi finnst mér og er bara svolítið að tala niður svolítið mikið allt. Er hann samt ekki aðeins svona að breytast í því? Þú veist, ég finnst að ef það er þá er það mjög hægt sko. Mér finnst það bara samt áhugavert hann líka brendir sig, hann fór eitthvað aðeins að styðja eitthvað, ég man ekki hvort að Terra Luna eða hvað var í síðasta markaði og ég held að það kannski spilið aðeins inn í. Já, hefði hann þá ekki átt að sleppa mæta á Trump token viðburð? Já, það er alveg sjónarmið. En Trump virðist vera alveg hannig, þú veist, eins og einhvern margir eru. Að þú veist, fólk hefur alls konar skoðanir á honum og er ekkert feimið við að hrauni yfir hann og tala ítlum hann og okkur svoleiðis. En hann virðist að hafa þetta aðdráttarafl. Og til að maður sé bara alveg stráng heiðalegur, Trump myndi bjóða mér í Hvítahúsið, þú veist, ég væri mættur bara, skilurðu, þetta samme, sko, fattaru. Og það væri saga sem ég væri til að er sögð í jarðarförunni minni, sko, en en ég hefði alveg viljað að hann hefði bara sleppt þessum kvöldmati hérna. Já, en þú fattar hvað við, ég held bara að hann hafi samt þetta aðdráttarafl Trump. Já, ég er að tala um að Trump hefði sleppt. Já, ég er sammálað því, Jesús almáttur, ég mitt var bara, hvaða rugl er þetta, sko, en að einhver leiti þá kannski, já, þú veist, þá, ég veit það ekki, það er líka slæmt lúk ef þú einhvern setur þetta Trump-coin af stað, græði fullt af peningum að því allir aðri tapa fullt af peningum og svo bara heyrist ekkert meira um það. Þú getur allavega sagt núna að þetta hefur það virðið að þú færð kvöldverð og hittir mig, ég veit það ekki. Já, talandi um að græða á þessu,
ef við tökum bara hvað Trump, þú veist, og þeir eru bakvið þetta bara Trump tókanið, hafa þénað bara á hérna svo kallu transaction fee, eða bara, hvað með íslenskuna, please? Færslugjöld. Já, færslugjöldunum. $320 million bara á færslugjöldunum fyrir utan hversu mikið þeir hafa að selta þessu. Býtu, hvernig á maður að trúa því? Það, þú veist, já, ég sá $320 million og af hverju þeir að fá færslugjöldin? Ég sá þetta á Bloomberg. En af hverju þeir að fá færslugjöldin? Þannig að það voru auðvitað ekki bara eitthvað Solana færslugjöldin, því að þau eru, ég veit það fyrir víst, þau eru aldrei $320 million. Það lítur að vera með eitthvað innbyggð færslugjöld, þú veist. Já, býtu, þetta samkvæmt fréttin þetta Trump fjölskyldan og tengdir aðilar hafa safnað 320 milljónar af fíl. Já, mér finnst þetta rosa góð pælinga því að þetta hljóta að vera eitthvað líka innbyggð. Færslugjöldin eru vantilega Solana. Já, þú veist, þau eru ekki 300, þau hafa verið náttúrulega svakalega mikil, veltan hefur verið svakalega, en aldrei $320 million. En hann hefur pottið bara mjög einföld skýring á þessu, hann bara með eitthvað innbyggð gjöld líka, sko, hérna. Já, og eins og stundum, það þú veist, ég man alltaf eftir hérna fyrst að koma inn á markaðinum að pæla í ykkur svona nýjum myndum, þá var stundum ykkur svona 5% tollur af því að selja. En ætli þetta sé ekki skýringin á því að ég velti fyrir mér, sko, þú veist að Liberty Financial tókenið, þú veist, þegar markaðan var að lækka eitthvað aðeins, þá hrundi það á að komið eitthvað undir 6 cent, sko, bara núna var aðtöfum daginn. Já. Og ég velti allir, þú veist að ég sá ekkert narratív, sko, sem skýrði þetta, svo bara velti ég ætla þetta sé ykkur bara þetta, að þú veist, hann heldur hennan kvöldverð og hérna greinlega enn að púka upp þetta Trump-tóken, sko, og menn eru bara allir sem eru í þessum Trump-krypto-verkefnum. Þetta bara hræðileg stemning í gangi hana. Já. Það veist. Já. Það bara staðan. Já. Maðurinn sem sagði, sko, þú ert að fara að vinna svo mikið að þú ert eftir að grátbiðja mig og verður svo þreyttur á að vinna og þú ert eftir að grátbiðja mig bara please Mr. President, bara no more winning, sko, I can't take it, sko. Og hvar eru þessir sigrar, sko? Þeir eru bara innan fjölskylduna, held ég, sko. Já, þetta er ekki gott. Ég segja það, mér fannst mjög ólíklegt fyrirfram að ég væri eitthvað að taka virkan þátt í því að tala svona illa Trump í slaðvarpi, sko, en þú veist, það er bara, maður verður að láta niðurstöður skipta máli, sko. Já. Sérstaklega þegar niðurstöðunar eru svo mjög fyrirsjáanlegar þegar þú lítur tilbaka, skilur mig. Þú veist, það væri annað ef bara eitthvað veginn, mér finnst allt vera frábær verkefni sem væri í gangi og ég ætti erfitt með að skilja okkur það var að lækka. Það er mjög auðvelt með að skilja okkur þetta er að lækka. Eins og ég bara spyr mér hvað er þetta? Hvað er þetta plattform? Ég ætla ekki að segja DeFi. Þú veist, þetta átt að vera bara eitthvað, þú veist, allt saman bara. Og ég viðkynni mér að segja, ég var svona, ok, þetta er spennandi. Þú veist, nú er ég bara hvað í veröldin er þetta? Hver er munun á þessu og Trump og bara Trump-tóken, sko? En ok, það held ég í bili. Já, það er ýmislegt annað sem við getum komið inn á. Hérna, mér langar aðeins að minnast á það því þú varst að tala um áðan, við vorum að tala um áðan, hérna, að retail væri ekki á markaðinum og þú veist, þetta væri meira svona bara fagfjárfestar og þú veist að það var hérna rosa mikið í gangi í vikunum. Þar meðal voru birtar hérna tekjutölur hjá fullt af fyrirtækjum og mikið af þessum fyrirtækjum sem verið sérstaklega tengt gervigreind sem skýrir hluta til af hverju svona S&P er í all time high að það var komið vel út fyrir mörg fyrirtæki. Það var eitt fyrirtæki sem ég skoðaði samt bara, það var Robinhood sem Robinhood er hérna kaupöll fyrir hérna krypto og það var svolítið athyglisvert að þeir voru að auka hjá sér tekjur á mörgum sviðum og þar að maður auðvitað svona, þeir fóru inn í þetta hérna prediction market og sluðið, sko, en bara hérna, og þeir hafa verið svolítið, þú veist, þetta bara stórir í þessu retail krypto, sko, og bara, sko, var bara krypto trading hjá þau var 47% niður. Þannig að þó að þeir væru upp á flestum sviðum, þá hérna droppaði krypto hlutin og hlutabréfin í Robinhood hérna droppaði, sko. Okay. Þannig að þú veist, það er bara enn sönnun þess að það sé niður og ég sé því ýmislegt annað, við höfum minnst á hérna Google Search
Ég sá bara fyrir þáttinn þá sá ég eitthvað svona línurit yfir krypto YouTube sem í sögulegu lágmarki. Áhorf á krypto YouTube stöðvar. Ok, sko nú ég að koma með að því að þetta að verða svo þungt. Bitcoin í svo mikið sem. Já, sagður það ekki í byrjun? Jú, ég segi alltaf í byrjun, en ég ætla bara að doppelchecka. Það 78,2 núna og 78,8 eru byrjuð þáttinn. Það var netto innflæði upp á 1,97 miljard dollara í apríl, mesta stærsti mánuður þessu ári. Þú veist, hvað lest út úr þessu, Björn? Ég bara les út úr þessu að framtíðin björt, sko, og þú veist, og ég les út úr þessu. Retail ekki bara, eða almenningur, hann ekki bara sofandi á verðinum? Og þeir sem að gleypa þetta núna og eru búin að hagnast 30% frá botninum, það eru stofnunarfjárfestanir. Jú, þetta af því að almenningur, hann var alveg að kaupa mjög duglega í 110, 120 og því. Og ég kaupi bara þegar ég á pening, þannig ég var líka að kaupa þar, skilur, og ég skamast mér ekkert fyrir það. Og ég veit að ég treysti því að það mun eldast vel ef ég verið þolumóður. Þú veist, þetta samt stóra fréttin í dag. Það þetta. Það 1,97 miljard dollara innflæði. Þú veist, að því að það svo auðvelt þegar maður að fylgjast með einhvern áhugalysnu í gangi. Þá svo auðvelt að vera bara herbiti. Það bara ekkert að gerast. Og eina sem að gerast bara eitthvað Trump-fíaskó í gangi og Bitcoin-konferens sem enginn hefur áhuga á okkur svo leiðis. En það ekki það sem það raunverulega, eða það alltaf álitinu sem ég dreg. Af hverju var þetta með mánuður á árinu innflæð og af hverju Bitcoin í 78 og ég veit að fyrir einhverju mánuðu síðan hefur okkur fundið 78 að vera hræðilegt. En þú veist, já, þú veist, hvernig hækkar þetta 30% í árferði þar sem almenningu tekur ekki þátt, það bara neikvæð umræða, eða yfir höfuð einhver umræða, neikvæð umræða / áhugaleysi. Já, þú veist, og mörguleiti miðað við hvað, þú veist, mikið að gerast og hvað kaupallarsjóðir hafa verið að kaupa mikið, þú veist við tölum stundum útflæði, það rauninni bara ekki að tala útflæði, þetta alltaf að bæta vissi í heildsinni litið. Michael Saylor og Strategy að kaupa meira heldur en allt sem mænað. Þú veist, við erum að sjá Morgan Stanley, við erum að sjá Goldman Sachs og þú veist og... Það var annar, ég man ekki nafnaði núna og ég man að markaðan brástölu því, sérstaklega Dogecoin, því að Dogecoin var hluti að því. Það var stór krypto-basket ETF, krypto-körfu ETF með mörgum myndum. Bitcoin var með eitthvað 40% hlutdeild eða maður rétt í Ethereum. Ég man ekki hvenær liggur fyrir að hann verði samþyktur en þannig að þú veist búndurinn minna það var enn önnur ETF-fréttin að bætast við. Já, og að því þú veist, ég tekið þetta til mín og við vorum kannski orðin og neikvæðir ég sá okkar bút úr viðtali við Paul Tudor Jones og Paul Tudor Jones sagði nú einn svona besti vogunarsjóðstjóri úti og þú veist bara hlusta á hann hann svona hann var fyrsta stóra fréttin, ég maður bara myndku fyrir lofti 11. maí 2020 og Paul Tudor Jones tilkynir að hann hafi sett 2% frekar en 5% af vogunarsjóði sínum sem þá var heldur $50 million það gerir 2% í Bitcoin þegar Bitcoin fóru á 8.300 eitthvað upp í 9.100 eitthvað svo leiðis. Þannig að hann með svo skemmtilega hreim, ég langar bara þú veist að bara þess vegna hlusta og bara tala eitthvað sem ég engan áhuga á. Já. Og hann segir í viðtali daginn bara sem að kannski kemur ekkert óvart að hann löngu komin inn í þetta en hann segir sko Bitcoin by far lang besta vogun eða hedge gegn verðbólgu miklu betur en gull. Einmitt. Þetta stór orð. Frá manni sem hefur sýnt það á sannað að hann veit hvað hann syngur. Já. Þetta voru nokkri kallar sem komu að þessari vogunarsjóða kynslóð sko. Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller voru svona sleggjur sem mættu sko. Já. 2020, 2021 og eitthvað. En það alveg rétt hjá þér. Þú veist það bara þú veist
það er svo mikill munur á verðinu og þá líka á hvað retail og því sem að gerast. Meina, þú veist, ef við tökum bara svona, þú veist, allar tölur frá Ethereum sína bara, þú veist, það alltaf eitthvað bætast við. Ef við tökum real world asset, þá bara, held ég bara bætingin hvað komið inn. Ég veit að það byrjaði, þú veist, var ekkert mikið, eitthvað mörg 100% sem hefur komið inn. Þú veist, við erum sér allar tölur hækka á Solana og Western Union að fara að koma, Western Union sem að fara að koma stöðuleika mynd á Solana til dæmis, sem bara ekki bara Solana frétt, heldur bara kryptofrétt og það verið að prófa á Solana reyndar, að prófa greiðslukerfi á Solana bankakeðjunni í Suður Kóreu. Það var frétt með Meta Facebook að þeir að fara að borga áhrifavöldum í stöðuleikamyndum. Þeir byrja reyndar í Kólumbíu og Filippseyjum, en nú hluta til það að fara að gera þetta bara miklu auðveldara að borga öllum. Það svo flókið með fólk út allan heim hvernig maður borga. Það og mína XRP að endalaust að gera samningu við einhverja banka og það kemur aldrei í fréttinnar. Það ótrúleg mikil þróun en það bara allt sem að gerast bara gerast hjá fjárfestum og fyrirtækjum og því miður bara mér finnst það sorglegt sko að retail þá að missa af þessu einhvern veginn sko og þú veist ég bara ætla ekki að segja hvernig verður í maí eða nóvember en ég bara þú veist sama hvenar ef við tökum bara Bitcoin sama hvenar þetta fer upp, þá fer þetta upp og þú veist, ég var að hlusta á hann vin okkar, hvað heitir hann, hávaxinn dökkarður, við oft vitnaði hann sem talar mikið business cycle og Rápal. Já, og hann sagði bara, þú veist, það svo mikil þróun í þessu, það liggur við sama hvað átt af þessu stæðstu myndum, ef þú bara ert ekki að treyta og bara kaupir og býður, þá ert að fara bara að hafa það gott. Já, einmitt. Það bara þessi þolinmæði sem svo krefjandi maður, þú veist, að því að þú veist, já. Fólk orðið bara svo mikið þannig að þessi kynslóð sérstaklega, svona mín kynslóð, þú veist, bara viljum hafa bara virkilega gott og viljum hafa það núna, sko. Og viljum hafa það betur heldur en maðurinn við hliðina á, sko. Og veist, engar sveiflur, bara 10x takk, beint upp. Þú veist, það svolítið og þeir sem eru með það viðhorf og þú veist, allir eru mannlegir. Ég get alveg lent í svona tímabilum sem ég að díla við eitthvað svona viðhorf, sko, og það bregst ekki. Ef ég að glíma við þessi viðhorf, þá gengur mér verð að öllu leyti í lífinu. Verð fjárhagslega og náttúrulega það sem veldur manni vanlíðan sko þegar væntingar og raunveruleiki rýma ekki vel sko þannig að þú veist þetta bara þetta verður þolinmóður. Já og bara verður með og ég segja það bara ef fólk að hlusta þáttinn þá fólk ekki búið að gefast upp. Já, það lót. Það hárrétt jáður. Björn, þú ert með bók. Það að vísu komið 1. maí en við látum þetta samt sleppa sem að þetta sé lok apríl. Já, ég kom með bók og þú veist, ég eiginlega bara ákvað þessa bók var kannski svolítið búin að gleyma henni. Hún lítur meira út svona eins og eitthvað svona ég veit ekki, eitthvað svona rit sem að kaupir eitthvað svona handrit í háskólanum með allavega bakliðin. Já, ég tók óvart mastersverkefni mitt. Já, þetta lítur svona þannig út. Já, þetta já, þú veist, áhugavert þú segir þetta, því að þetta fyrsta skipti sem að ég kemur bók sem ég ekki búin að lesa hann alla. Nei. Þetta Soft War. Já. Og það eru 2 ástæður. Ég ætla að segja bara ástæðuna strax áður en ég byrja. Að sko önnur ástæðan að hún, mér finnst hún svolítið þurr, mögulega því að Jason Lowery sem skrifaði þessa bók, hann hermaður sem þetta svolítið upp úr mastersverkefnina, þannig að þú veist, hún ber þess smá merki að vera svolítið þurr, sko, ég ætla bara að taka það fram. Ég vildi samt tala um hana þegar hún áhugaverð. Hin ástæðan þetta sem þú ert að tala um.
þú veist, mér finnst þú að kósi að liggja upp í rúmi og lesa já, það er vonlaust að liggja með þessa bók upp í rúmi og lesa og bara missir hún og andlita Já, sko, Soft War, a novel theory on power projection and the national strategic significance of Bitcoin. A thesis by Major Jason P. Lowry, United States Space Force, Massachusetts Institute of Technology. Þetta þú veist, svona fyndi hvernig svona karakter, þú veist, þetta er einhverjum svona, þú veist, þetta er einhver major í hernum og þetta er svona no bullshit bók. Þetta er bara, ég nenni ekkert að vera með eitthvað fancy kápu, þú veist, þetta er bara praktíst. Já. Þetta er auðvitað svona sem þeir eru vanir eitthvað í Pentagon að fá eitthvað bara, þú veist, hérna og lestu þetta. En, og hvað segirðu? Ertu... Sko, ég miskildi bókina fyrst þegar ég keypti. Ég hafði eitthvað svona heyrt eitthvað svona brot úr viðtali við hann. Já. Og ég hélt rauninni hann væri að tala að Bitcoin væri svo rosalega þýðingamikið í hernaði að eiga Bitcoin. Okay. Og rauninni bara verðum bara með svona friðar hernaði einhvern veginn, bara þeir sem ættu mesta Bitcoin myndu vinna. Já. Hann er ekki að tala það. Hann er rauninni að tala það að þú veist að það sem að bara í svona venjulegu stríði og í lífinu þá allt sem við gerum þá þurfum við orku. Já. Við þurfum að borða til að vinna, þú veist þarna afla fé, við þurfum að borða til að byggja hús og við þurfum fólk til að verja land og svo framvegis og hann er að tala það að Bitcoin og proof of work kerfið sé bara svo frábært í því leitinu að allt sem þú gerir á því þá þarftu að greiða fyrir orku að orka keyri kerfið eins og við vitum og vandinn við svona rafræn samskipti og internet og annars slíkt að það er svo ofsalega frítt að það er svo mikið af svindli og hakki og skam og svo framvegis og rauninni geti bálkakeðjan svolítið leyst þetta holmi þannig að það kostiði allt í einu að gera eitthvað og þá veður minnum þetta og þú veist við gætum séð út frá okkur öðru þá getum við séð rauninni sko alveg dæmi þetta að við tölum einhvern veginn daginn þættunum að eftir að færslugjöld lækku á Ethereum þá jökust svindla á Ethereum sko og hann er þú veist, og hann bara, þú veist, það er svolítið erfitt að skilja hvað hann meinar örugglega með, það er bara svona, það er þetta örugt, þetta kemur frá þér, þú veist, það er ólíklega þessi svindl, þetta er svolítið svipað, við myndumst á Admiral hérna sem talaði í þinginu daginn sem er að tala, þeir eru að testa það á svona öryggisjónamæli, það er að tala sko, þú ert að senda skipuna þegar ég sprengja eitthvað, og þá er þetta að senda það með Bitcoin bálkakeðinu og þá er örugt að þetta sannreina þetta sé skilaboðin. Þetta er náttúrulega málið, þetta er svona í anda þessum ég nefndi hérna aðeins þegar ég var að tala sko bara, þú veist, ég gef mér það og ég veðja á það að í heimi allsnægta þar sem ég held að þróun verið svo að orka eftir að vera nánast ókeypis og ofur aðgengileg það er mín trú að gerist í framtíðinni gervigreindi eftir að fara á okkur stig sem bara við getum ekki einu sinni sko byrjað að ímynda okkur núna og einmitt hættan er svo að við gætum lifað í sem nefnist að ensku svona post-truth society þar sem bara það er svo mikið spammað af upplýsingum stafrænum upplýsingum að þú bara sko veist ekkert lengur bara hvað gerist fyrir 20 árum skiluru, þú bara þarft að vita hlutina, bara ég þarf að vita bara ég var með Birni hérna í þessu hlaðvarpi til að vita hvað grunverulega gerði sko og þá gef ég mér það að fyrir bara svo Bitcoin að það gleymist með Bitcoin sko, það er ekki bara það að þú sendir Bitcoin til og frá æsku, þú getur sendið skilaboð líka með Bitcoin-væslunum og þá getur við viss það að þetta sé frá þeim aðla sem hefur sendið aður og þú veist og ég sagði í þættinu nefndi, ég ætla ekki að þykjast vita nákvæmlega með hvað hætti þetta áttur að vera verðmætt en ég bara gef mér það að stafræn gagnagrunnur eins og Bitcoin, dreifstýru gagnagrunnur það er svona með einingar sem eru bara til 21 milljón magni og hérna eingöngu sannleikur
kemst í þennan gagnagrunn, kemst aldrei neinn lí og það er ekki hægt að hakka þetta, það er ekki hægt að svindla á þessu. Ég gef mér að það hafi eitthvað þýðingu og verði verðmætt og mér finnst það að vera svona pínu í anda þess sem hann er að segja. Já, en mér skrítið, þú veist, ég haldi að myndi líka segja að það skiptir líka klálega mála að eiga Bitcoin, bara sko, en hann er kannski ekki að tala um þá hlið. Nei, hann talar samt sko, hann hefur talað svolítið sko að það sé mikilvægt að Bandaríkin sé sterkir í mæning og þú veist orkuinnviðunum og hassreit sé mikið í Bandaríkjunum og jafnvel sko ASIC framleiðslan líka. Það var einhver svona umræð held að það er í kringum 2017 sem að var blokk stríðið það sem að úr var Bitcoin hvað er ekki Bitcoin klassi, eða þú veist þeir var forkað að þá var einhver, þú veist, það var svona áhyggjuefni að því að flestir ASIC mænerar eru framleiddir í Kína og það var áhyggjuefni að það væri Kínverjar var að setja eitthvað svona leyni eitthvað inn í þessa mænera og þeir gætu rauninni keyrt á stað eitthvað svona smá, eitthvað svona attack sem myndi keyra niður rauninni allt raforkukerfið. Þannig að þú veist, það er alls konar svona hlutir sem koma, þú getur farið endalaust í þessa kaninu hólu, hvernig er þetta skiptið máli eitthvað. Já. Mér langar mér að koma með eina aðra liði sem ég var bara að hugsa meðan þú varst að tala sko að það sem mér finnst vera mjög gagnlegt við Bitcoin er að þú veist, ég held að veruleikin sé þannig hjá flestum að það eru, þú veist fólk sækist mjög í það að vera með eitthvað haldreipi og eitthvað lífskoðanir sem lífið að hverfi svolítið og þú veist, það getur verið rosalega misjant og það breytist eftir aldri og sumir eru bara rosalega mikið að pæla í sósíalisma skilur og aðrir eru rosalega mikið að pæla í ykkur allt annari pólitík og svo eru margir bara að tala og hugsa sko loftslagslínun og eitthvað veginn, þú veist, fattar og þetta hefur rosalega áhrif á eitthvað hvernig lífið þú lifir og ég held líka hvernig þér líður sko. Hvað ertu eitthvað mest að fókus á og hvað finnst mest skipta máli? Ég finn fyrir mitt leyti þegar maður er að pæla svona mikið í Bitcoin, ok, hver eru neikvæðarhliðarnar? Jú, neikvæðarhliðarnar er að í ákveðnum skilning gert alltaf að hugsa um peninga af því að Bitcoin er peningur og ég trúi því að það sé engum holt að vera alltaf að hugsa um peninga. Jákvæða finnst mér samt er að svona upp til hópa þá finnst mér einhvern orkan sem er að koma úr þessu samfélagi vera mjög jákvæð, hún er lausnamiðuð og hún hefur líka það sem ég finnst vera bara algjörlega lífsnauðsynlegt fyrirbæri er að það er svona von og bjartsýni í þessu öllu. Þetta er ekki, þú veist, þeir sem tala fyrir Bitcoin, þeir eru ekki með dómstagsspádóma, skilur. Þeir trúa því að við erum að fara í einhvern betri og fallegri heim og Bitcoin er að fara gegna líkil hlutverk í því. Og mér er þetta að vera svona, og maður er alltaf eitthvað að læra eitthvað nýtt og nýja hlýðar, hérna er eitthvað major í þú veist, US Army skilur sem er að koma með sína hliða á þessu og þannig að já, ég vildi koma með þetta innlegg sko að það eru til verri hlutir til að vera obsessed á heldur Bitcoin sko. Já, bara frábær ræða hjá þér, Kjartan. Þannig svona, þú veist, hvort fólki að lesa bókina eða við sérstakann áhuga þessu endilega, en svo getur það líka bara leitað að Jason Lowry á YouTube, það er gaman að hlusta á bara viðtal við hann þessi mál. Það er gamall maður heldur við? Hann er ekkit svo gamall. 50 eða eitthvað nálægt því kannski. Já. Þú veist, ég átti þetta erfitt með eitthvað svona hluti, hann er ekki að tala um að allt interneti fari á Bitcoin borgarkeðuna, en hann er að tala um jafnvel sko, þar sem þú ætlar vilja verja þína innvið, þá getur þú nýtt þetta, en það stendst svo mikið allt í þessu. Þetta er skemmtilega pælingar. Já, ekki spurning. Hann fættist 93. Já, hann er frekar ungur, já. 1993. Já, og 32 ára.
Hann er ekki nema 32 ára gamall. Ég var einmitt að hugsa þegar þú spurði mig, var hann ekki frekar ungur? Já, Það er nokkur ár síðan ég hlustaði á hann, sko. já, 50, 30, Já, svipað. já, en þú veist, Potata. hann er gömul sál. Já, já, einmitt. Þær eru það margar Bitcoin sálunar. Þetta eru oft gamla sálir. Já, Það er svolítið fyndið, því að þetta er svona tæknilegt fyrirbæri en svona þeir sem virkilega trúa mikið á Bitcoin, þeir eiga oft sammeilegt að vera gamla sálir. Þá held ég að við séum bara þokkalegir, Björn. já, ég held það. Ég held að ég bara geymi bara aðra hluti sem voru ekkit endilega tíma tengdir endilega þangað til að við lendum ykkur í gúrkutíkið í þessu sem að við svo sem okkur finnst stundum við vera með. Já, nei, það er allavega, ég við ekki neitt, mér finnst aðeins þægilega þegar Bitcoin er í 70 og eitthvað, nálægt 80. Já, ég sagði að það geti virkilega eitthvað að fara að gerast í 80, við erum bara stutt frá því, Já, en það getur líka farið mikið niður líka. einmitt. Þetta er eins og einn mikill spengur sagði að honum fannst líklegast að Bitcoin færið annarkvort upp eða niður eða væri svona nokkuð flatt. Já, Það er eitthvað að þessu trennu. það er mjög líklega rétt. Herri Björn, þá þakka ég þér kærlega fyrir spjallið Já, sömuleiðis. og ég þakka ykkur kæru hlustundur fyrir hlustununa og fyrir áhorfið og við heyrumst og sjáumst aftur að vikuleginni. Þangað til næst, verið sæl.